Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu. Þetta, hvassa þriðjudagskvöld. Það eru 25 dagar í kosningar til Alþingis. En sumir segja að örlög okkar ráðist ekkert síður af forsetakjöri í Bandaríkjunum og niðurstöður munu sennilega liggja fyrir í nótt. Ég heiti Björn Þorláks og ég er umsjónarmaður Rauða borðsins í kvöld. Það er von á sprúðlandi ferskum þætti, mun kenna ýmissa grasa og við erum í beinni útsendingu. Nú svo einbrað sé á efni þáttarins, þá ljúkum við dagskránni á umfjöllun nýja bók síðustu aftökuna hér á landi. Við ræðum líka við meðlimi hljómsveitar sem er pólitísk. Við fáum fréttir frá Færeyjum, við heyrum rödd almennings, tökum Vox Pop svokallað, úti á vettvangi, þá æsispennu sem umlykur kvöldið og nóttina vegna fyrrnefnds forsetakjörs í Bandaríkjunum. Við fáum bráðum 4 góða gesti hér að umræðu borðinu til að ræða samgöngumál, ófremdar ástand í samgöngumálum. Okkur finnst það klárlega að vera eitt af kosningamálunum sem ekki hefur fengið þá athygli sem skildi. Nú þeir mæta Stefán Jón Hafstein, Ásgeir Brynjar Torfason, ritstjóri Vísbendingar, Ólafur Arnarsson, blaðamaður og Hjalti Jóhannesson, landfræðingur og sérfræðingur hjá RHA. Spennandi umræða framundan. En fyrst hefjum við leik á í rauninni þeirri spurningu hvað okkur finnst skipta mestu máli í umræðinni núna fyrir þessar kosningar og hvort það er samhengi á milli þess sem okkur finnst að við ættum að vera að ræða og þess sem er verið að ræða og eru stjórnmálaflokkarnir í þeirri kosningabaráttu sem hafin að sinna því sem okkur finnst að við ættum helst að vera að ræða. Þetta er svona það sem er undirliggjandi þeirra umræðu sem að hér að hefjast og gestir okkar eru góðir. Dóra Björt Guðjónsdóttir, velkomin. Takk. Frosti Lógason, velkomin. Takk fyrir. Kristín Erna Arnardóttir, velkomin. Takk. Og Hjálmar Gíslason. Takk. Ég ætla að byrja á þér, Hjálmar. Þú ert svona maður sem fylgist alltaf með þjóðmálum á kantinum. Þú ert kannski ekkert að beita þér rosalega mikið, en ég veit að hérna, þér er hreint ekki sama Ísland. Hvernig finnst þér svona kosningabaráttan fara af stað og eru við að fjalla það sem að brýnast að fjalla? Góð spurning, það er náttúrulega þetta bara svolítið brátt að og það sést alveg, hérna flokkarnir var ekki tilbúinir með stefnumálin sín og eru svona svolítið að skrambla. Þannig að það er ekki fyrir að fara kannski inn í þetta alveg jafn undirbúið eins og ef þetta hefði gerst með hefðbundum hætti. En það er svona virðist vera einhverja línur sem eru að svona koma út úr þessu, koma upp í umræðinni núna. Mörg þeirra eru svona sígild, oft verið að ræða. Mér hefur fundist umræða það sem er kallað útlendingamál en þýðir nú nokkra mismunandi hluti. Stundum verið að tala flóttamenn, stundum verið að tala einhverja stærri mynd. Þannig að hérna, hún hefur verið dálítið áberandi og kannski svona einhver liti umfram það sem að umfram vægi málaflokksins allavega í mínum huga. Þá langar maður að skjóta inn spurningu. Horfðu þau á framboðsþátt Ríkisútvarpsins á föstudagskvöldið? Já. Þar í rauninni ákveða umsjónarmennirnir að gera þetta að aðalmáli. Er það rétt eða rangt? Sko ég held að sé alveg sama hvernig maður horfir á þetta. Þetta náttúrulega mikilvæg mál og það eru stóra breytingar sem orðið á samfélaginu síðustu svona 15-20 árin þar sem við förum frá því að vera mjög einslætt samfélag yfir í að cirka 20% þeirra sem búa hérna eru að verlendu bergi brotin. Það er að mestu leyti bara hérna eitthvað sem við þurfum á að halda. Við erum hérna okkur svona undarrennu bláu Íslendingunum sem getum rankið eftir okkar aftur til landnáms, okkur fer bara bráðum að fara fækkandi, við erum að eldast og eina leiðin til að halda samfélagin gangandi er að það sé innflæði af fólki og sem betur fyrir fólk sem vill koma hingað. Auðvitað fylgja því bara, þetta eru stóra breytingar, það fylgja náttúrulega einhver vandamál, en mér fundist þetta að vera svona stærra í umræðinni heldur en sko hluti sem að augljóslega þarf að ræða. Þú veist, hérna, ég held að við séum öll svona, allavega miðað við það hvað fólk hverju fólk kvartar yfir svona dagsdaglega, þá eru náttúrulega bara hluti eins og heilbrigðiskerfið sem að þú veist ættu væntanlega að vera einhvers staðar ofarlega. Svo eru aðrir hluti sem að ræddir og virðist sko í könnunum koma miklu minna á framfæri heldur en
Ég held að kannski dagurinn í dag gefið tilefni til. Utanríkismál eru ótrúlega neðarlega á listanum en hafa sennilega aldrei verið eins relevant síðan bara allavega áratugum síðan. Fjárveitingar sem við erum að verja til sem ég segja bara stríðsátak. Akkurat. En kannski ef ég klára þetta þá finnst mér samt, það sem mér finnst vanta að einhver stjórnmálaflokkurinn teikni upp framtíða sín og selja okkur hana. Mér finnst enginn vera að segja, svona viljum við sjá Ísland eftir 10, 15, 20 ár. Ég með sín hvernig við komumst þangað, komiði með mér. Það svona verið að tala svolítið bara núið og einhver svona jafnvel tiltölulega lítil mál og þau verða allt og miklu aðalefni í umræðinni frekar heldur en einmitt að það sem spennandi við pólitík að geta móta samfélagi til lengri tíma og í stærri mynd. Já, og það finnst mér vanta. Þú ert að segja að það vanti hugmyndafræði til lengri tíma. Já. Einmitt. Að við séum kannski of í þeirri hefð að ganga til kosninga, alltaf einar kosningar í einu en það vanti þessa samfellu, þessa langtíma sín. Akkurat. Einmitt. Kristín Erna, hvernig staðan? Hvernig staðan? Já. Bara svona, hvernig líður þér núna þegar 25 dagar eru til kosninga? Eru við að ræða það sem við ættum að vera að ræða til gagns? Ég bind vonir við það að umræðuefni verði það sem að það virtist alltaf nefna þetta þáttinn, það sem að frambjóðandi komið saman. Já. Að þá fannst ég upplega þannig að þessi skrýtna og eins og einhvern nefndi það, grautar umræða útlendingamál. Það verði ekki það sem verið talað heldur venjulegt fólk. Fyrir að tala almenning, almannaheill og það sem snýra almenningi. Húsnæðið, heilbrigðismálin, menntamálin. Ég bind vonum við að það verði aðal umræðuefnið. Það allavega í minni búblu þá það sem er verið að tala og fólk hefur áhuga á. Já. En það rosalega lítið traust í stjórnmálamanna. Og mér finnst það að vera dæmum það sem var í fréttunum bara áðan. Já. þá vorum við að telja upp byggingar og það sem framkvæmdir sem áttu að fara í hvort það var þessu kjörtímabili eða síst 2 og það var aðeins 1 klárað og það var þak yfir alþingismenn. Allt hitt að setja frost eða annarkvort var bara hálnað eða hætt við. Já. Og það almenningur trúir ég ekkert að þetta fólk sé að vinna fyrir þau. Nei, það það sem að og sturlað að fylgjast með þeim fjármunum sem hafa farið í Landsbankahúsið niður í miðbæ. Já. Og þetta eiginlega bara svona eins og fingur framan í alla þá sem að hafa engan séns á að kaupa húsnæði, ungt fólk flýr Ísland. Nákvæmlega. Og efnahagsmálin og húsnæðismálin, þetta einhvern veginn. Já. Það vantar 500 pláss fyrir hjúkrunarheimili sem allir vita flöskuhálsin á Landspítalanum til dæmis. Og það hefur verið að byggja glæsihallir. Já. Frosti, við erum svona fíkrokkur í það átt að okkur finnist þetta nú ekki alveg nógu gott. Hvað segir þú? Ég ekki ósammála miklu af því sem hefur komið hér fram. Bara tekið undir flest sem hér hefur verið sagt og ég held að það var sem vanti að mínum mati mest inn í þessa umræða með efnahagsmál og í raun og veru stjórnmálamenn sem að tala að ná tökum á skuldahalla ríkisins og greiða niður skuldir, losa okkur undan vaxtaokri og í raun og veru skera niður þetta risavaxna ríki sem orðið það allt og stórt. Það ekki? Stjórnmálamenn þora ekki að taka á því, þú veist, það ég var svo mikill vitleysingur, ég var með Guðlaug Þór í viðtali hjá mér daginn og var að spura hann út í þetta þegar Sjálfstæðisflokkurinn básúnar þetta mikið að hann sé að skera niður og eitthvað og hann sagði ég skar niður, ég fækkaði 5 stofnunum núna þessu kjörtímabili og ég alveg ok og vel gert og svo fór ég að kannaði málið og þá var ekki einn einasti starfsmaður sem misti vinnuna. Þetta var bara allt tilfærslur inn í kerfinu og þetta allt svona. Það ekkert verið að spara neitt, þetta allt einhvern veginn svona á yfirborðinu og eins og ég segi, ríkið löngu orðið vaxið yfir sig og bara ósjálfbært. Við erum næstu jafnmarga opinbera starfsmenn eins og
opinberir starfsmenn og einhvers konar bótaþegar eru samanlagt álíka margir og þeir sem eru vinnandi út á markanum. Sem væri allt í lagi, þeir væri sannlega að vinna bara þjóðinni mikið gagn. Já, þetta bara ekki rétt hlutfall og þetta ætti að vera einhverju stjórnmálamenn sem allavega að vera að tala fyrir þessu. Það er ekki vilji til þess að þetta er svona óvinnsæl aðgerð fyrir stjórnmálamann að fara út í og það þorir enginn að fara þangað. Þannig að það ég trúi því að það sé rót mikill vandamála hjá okkur. Þetta leiðir út í allt húsnæðismálin og allt mögulegt. Þannig að þetta sé fyrsta stóra verkefni, það er að fá einhvern alvöru svona niðurskurðarhníf og taka á þessu bákni sem og mér finnst það að vera forgangsmál. Það þarf að forgangsraða, það þarf einmitt sjúkraheimili og svona og það þarf bara að ákveða hvað við viljum fyrst og hvað eru svona dúluverkefni sem að geta mist sig. Þannig að stjórnmálamenn þurfa að finna dug í sér og kjark til þess að taka þessar ákvarðanir og tala það fyrir kosningar. Já. Ég ætla að leggja það inn í umræðuna núna að fyrr í dag tók ég upp þátt samgöngumál. Ég reyndi að fá fulltrúa frá Vegagerðinni til þess að koma inn í þá umræðu sem ég tel að hefði orðið mjög mikilvægt fyrir þjóðina að fá fulltrúa frá Vegagerðinni. Það hófust tölvupóstar og einn vísað á annan og svo var eitthvað nei, við getum ekki tekið þátt í þessar umræðu en vera pólitísk. Og svo þegar ég benti á að hún yrði ekki pólitísk, það yrði bara svona áhuga fólk samgöngur þarna, þá var samt niðurstaðan svo að Vegagerðin treysti sér ekki til þess að senda fulltrúa í þessa umræðu. Og þetta það sem ég sem blaðamaður hef upplifað mjög sterkt á seinni árum, að það er að vera svo erfitt að nálgast þessa fulltrúa okkar. Þú talar fyrir því að við þurfum að fækka þessum starfsmönnum. Og ég segi aðalega við þurfum einhvern veginn að nálgast störf þeirra upp á nýtt og hvernig þeir horfa á sína stöðu í samfélaginu. Það bara ekki í lagi að Vegagerðin hafi ekki sendt fulltrúa í þátt hjá fjölmiðli samgöngur. Punktur. Embættismennir eru náttúrulega svona ríki í ríkinu og eru hálfa ósnertanlegir sem slíkir og svo tala nú ekki réttindi opinbera starfsmanna sem að voru réttlætt í gamla daga þess að þau voru á lakari launum heldur en á almennum markaði. Það er ekki lengur þannig, það eru hærri meðalaun hjá opinbera starfsmönnum en þeir eru með alls konar réttindi umfram okkur hinn og jafnvel æviráðningar og svo framvegis. Þannig að þarna er mikill möguleiki á stórri tiltekt. Þú myndist á Gulla, kostaði ekki 2 milljarða þessar breytingar sem Bjarni þurfti að gera á ráðuneytunum til þess að hafa sína menn góða við síðustu uppstokkun. Það er nú eitt. Þetta er ekki allt og mörg ráðuneyti. Það segir sér sjálf. Ég meina, það er augljóslega ekki verið að hugsa þarfir almennings, heldur þarfir fólksins í flokknum þínum. En Dóra Björt, þú ert búin að vera það lengi í pólitík núna hjá borginni. Ert þú ekki bara orðin eins og þessi spiltu embættismenn sem við erum að tala hér? Makráðu? Já, þú spyrir. Ég ætla rétt að vona ekki, því að þá væri erindi mínu sannarlega lokið í pólitík. Þannig að ég vil að sjálfsögðu leggja mitt á mörkum fyrir almenning og þess vegna er ég að bjóða mig fram til þeirra að starfa og hefur verið að gera það. Hvað finnst þér þessu umræðu? Eru alltaf mörg opinber störf? Báknið hefur hlaðist utan á það? Mér finnst alveg, það er mín lukka í pólitík að tilheyra flokki sem er hvorki hægri né vinstri og þess vegna tek ég alltaf afstöðu til allra slíkra álitaefna, hvernig við eigum að leysa verkefnin, leysa þjónustu við íbúa. Af því að það er þetta hlutverkins opinbera, það er að þjónusta íbúa á þeirra forsendum og gera það vel og fara vel með fé í leiðinni af því að þetta eru peningar almennings sömuleiðis og ég spyr mig alltaf hvernig geti ég best gert þetta þannig að þetta þjóni sem flestum sem best. Ég fer ekki í hægri vinstri kreddurnar sem að við sjáum að mörg gera, sjálfstæðisflokkurinn eða þau sem eru langt til hægri sem að vilja alltaf útvista, vilja alltaf fara með verkefnin einhvert út, stundum hendar það vel, stundum hefur það verið til vina vandamanna og einhver gæði sem að fylgja þá í leiðinni og svo eru þau til vinstri sem að hafa oft talað fyrir því að allt er að vera investað og allt er að vera lista hinu
opinbera og ríkinu. Og ég vel hvorugra þessara leiða. Ég spyr mig hverju sinni út frá gögnum og upplýsingum sem að ég afla mér hvernig best að leysa málið og hvernig getum við skapað sem mest lífsgæði fyrir almenning leið og við lítum í hverja krónu af því að það eru eitthvað sem er algjörlega nauðsynlegt að gera. Þannig að ég held að það fari bara svolítið eftir verkefnu hverju sinni. Ég segi hvorki báknir og stórt og allt þar að hérna. Ég vil hins vegar skoða hverju sinni öllu verkefni sem að ríki að leysa, sem sveitarfélagið að leysa. Hvernig getum við gert það bæði á hagkvæman hátt? Þar höfum við verið að nota nýskapandi lausnir, tækni, þróun. Við höfum verið í stafrænni umbreytingu, mikilli vinnu hjá borginni í því samhengi og það snýst einmitt að leysa málin út frá sjónarmið íbúa á þeirra forsendum. Kerfið á ekki að snúast í kringum kerfið, þá að snúast í kringum þessa íbúa, þetta fólk sem við erum að þjóna og hvernig getum við hugsað þetta út frá þeirra þörfum leið og við förum vel með peninga, leið og við minkum sóun og vesen og mengun og hérna allt þetta. Þannig að ég myndi segja að það fari bara eftir hvað verkefni við erum að líta til, hvernig við erum að gera það. Ég hitti mann á dögunum og hann sagði að borgin hefði bara þrenns konar hlutverk. Hún ætti að taka ruslið hjá okkur, hún ætti að sjá til þess að væru til lóðir, þannig að við getum búið hérna og hún ætti að greiða þannig götu okkur í umferðinni að við kæmumst á milli staða. Hvar hérna, ég veit ég á búin að kynna það sem gest en ekki sem stjórnmálamann til þess að svara til saka. Já, bara þetta áhugaverð hugmyndafræðileg umræða. En hvernig finnst þér ef við horfum bara svona einfalt hlutverk sveitarfélags eins og þarna auðvitað einfaldað, þetta samt allt rétt hjá manninum. Hvernig finnst þér að hafa tiltekist? Maðurinn hefur alveg rétt fyrir sér að þetta sé hlutverkins opinbera. Þetta fer svolítið eftir hvernig þú lítur á hlutverkins opinbera og hvað það á að vera að gera. Og ég veit að Frost er örugglega með eina síni því kannski á einhverjum, ég á þeim vænga, ég hugsa sér svo að hið opinbera hefur þeir hlutverki að gegna. Við erum auðvitað með frelsishugtaki, við erum að tryggja, við erum með frelsi einstaklingsins, en við erum líka með frelsi frá og við erum með frelsi til að athafna þeim, svo erum við með frelsi frá fátækt og alls konar aðstæðum sem að við viljum verja fólk fyrir og ég tel að hið opinbera hafi líka hlutverki að gegni því að veita fólki frelsi frá fátækt, frá einhverjum erfiðum aðstæðum, að vinna gegn því að fólk verði fyrir einhver sem að hefur kannski jaðarsetta í samfélagin okkar og að samfélagi sé þarna til þess að gegna hlutverki í því og til dæmis á Íslandi þar sem við erum með fákeppnismarkað, ef þú talar bara eins og Sjálfstæðisflokkurinn sem vill alltaf tala fyrir frelsi markaðarins og vilja þess vegna alltaf að ríkið sé ekkert að blanda sér í málin en á fákeppnismarkaði þá kannski hefur hið opinbera sanna hlutverka að blanda sér inn og koma í veg fyrir fákeppni. Finnst þú vera að svara þessari spurningu? Ég myndi alveg segja að það séu fleiri hlutverk sem hið opinbera á að gegna og borginni að gera. Ég myndi til dæmis segja við erum með fjárhagsaðstoð, við grípum fólk, við erum með ákveðið grunnnet sem við viljum að sé til staðar fyrir fólk þegar allt annað þrýtur. Þannig að ég tel að borgin að gegna slíku hlutverki að grípa fólk þegar er erfiðum aðstæðum þegar það sem dæmi. Mér langar að varpa þið upp hvort þið upplifið það eins og ég sem svo mikið neyðarástand í húsnæðismálunum hérna í þessu landi sem mér finnst vera að kalla á brottflutta efnilegra Íslendinga, atgerðisflótta að ríkið þurfi að grípa inn í með einhverjum svona bara fyrsta verk næstu ríkisstjórnar sé einhvern veginn að taka þetta mál einhverjum tökum sem ekki hafa verið tekið til þessa. Hjálmar? Ég veit ekki kannski alveg hvað þetta vísi í, þetta er ekki svona allavega mín upplifun. Nú veit ég ekki hvort það er einhverja tölur sem þetta vísi í þarna varandi brottflutning og aðflutning. Það eru náttúrulega mun fleiri að flytja til landsins heldur en frá því en að einhverju leyti er það kannski það eru þeir sem eru að flytja frá landinu eru eftir vil meira ungir Íslendingar heldur en hitt. Ég held hins vegar varandi húsnæðismálin, þetta er náttúrulega ansi margslungið mál og kemur inn á bara fullt af hlutum eins og það er náttúrulega skipulagsmál, en það eru líka bara efnahagsmálin, þú veist aftur, það er kannski hægt að rekja mjög margt í þetta í bara vaxtastigið. Það er hægt að fá framkvæmdaleyfi, það er hægt að fá lóðir en það er með að segja fullt af fólki sem er með, eða fullt af fyrirtækjum sem eru með byggingar leyfi til framkvæmda sem að hafa ekki farið á stað vegna þess að það er einfaldlega of dýrt, fjármagnið er of dýrt. Hver ber ábyrgð á vaxtastiginu? Það er ákveðnir hlutir sem ríkið getur gert. Ríkið hins vegar stýrir þessu ekki sjálft. Það eru einhverjir hlutir að díla við náttúrulega bara verðbólgu á
mælikvarða, það er að segja í kjölfar COVID þá fór verðbólgan af stað allstaðar, hún hefur verið þrálátari hjá okkur en annars staðar. Það getur verið að það stafi á einhverju leyti af því hvernig málin hefur verið höndluð hérna en líka bara af hlutum eins og sem náttúrulega lítið verið að tala gjaldmiðillinn okkar hérna stundum fyrir okkur og getur stundum verið til gagns en hérna hann allavega svona þetta litla hagkerfi með litla mynd gerir margt af þessu erfiðara og viðkvæmara fyrir utanaðkomandi áhrifum. Hérna, það eitt að stýra dollar eða pundi eða einhverju slíku þar sem að innri áhrifin hafa miklu meira að gera en annað að stýra einhverju eins og íslenski krónu þar sem að það er svo mikið af hlutum sem að stjórnvöld eða íbúar í þessu landi ráð ekki við. Þetta spilar bara allt inn í og kemur náttúrulega allt inn í þetta fyrir utan að einhverju leyti þá náttúrulega bara verið uppgangur og það hérna felur í sér bæði meiri eftirspurn en líka bara eins og við vorum að ræða áðan fleira fólk sem flytur til landsins og það þarf að búa einhvers staðar en það þarf líka að koma hingað til þess að standa undir aldrei þjónustunni þannig að það ekki heldur hægt að setja bara stopp þar. Þekkjum við eitthvert ungt fólk sem að kaupa sér húsnæði þessa dagana án þess að eiga bara foreldra sem geta hjálpað? Nei, það Við langar að greipa tvennt á lofti sem að er búið að koma hérna fram. Á þegar vorum að tala verkefni Reykjavíkurborgar eða sveitarfélagana, þá tölum við ekkert skóla og leikskóla. Spurning hvort við setjum það á markað svona svo húsnæðiskerfið. Og svo langar við að tala báknið. Hvað er þetta bákn? Er það hjúkrunarfræðingarnir, leikskólakennararnir eða er þetta eitthvað annað? Ég myndi ekki segja hjúkrunarfræðingar og leikskólakennarar. Við þurfum að gera vel við það fólk en það ég til dæmis fór inn á síðu utanríkisráðuneytisins þegar ég ætlaði að hafa upp á símanúmeri hjá aðstoðarmanni ráðherra og fór á starfsmannalistan þar og það ég veit ekki hversu mörg hundruð starfsmenn eru utanríkisráðuneytinu til dæmis. Það eru öllum þessum ráðuneytum og öllum þessum stofnunum og þar fita sem er klálega hægt að skera niður. 2 milljarðar aukalega í ráðuneytiskostnaði. Samt heyrir maður endalaust sögur af fólki sem að brenna út og fara í kulnun og alls konar sem að vinna í svona stofnunum. Það er kannski ekki efsta lagið eða eitthvað, ég veit það ekki. En mér finnst að við ættum að skilgreina þetta svolítið vel. Af því ég fæ alltaf svolítið stingi í jafnaðamannin þegar við að tala báknið burt. Af því að báknið er náttúrulega það sem að ég tel að samfélagið sjá sem að er akkurat síðan til dæmis ríkisútvarpið allt og stórt. Það er ég verið ósamála. Ég veit að það er ósamála því. En finnst þú fá þau gæði sem við ættum að geta farið fram á fyrir 8 milljarða sem að fara til ríkisútvarpsins? Eins og þessi stöð, hún er bara byggð upp hérna af fyrst einum einstaklingi svo 2 eða 3. Við erum með eiginlega bara hlustun og horfun rásar 1. Eitt af því sem ég hef heyrt er það að sem er stór bakki á ríkisútvarpinu, svo ég komi því til varnar, að það eru eftirlauna skuldbindingar sem að ríki hefur venjulega tekið af stofnunum sínum en dömpaði á RÚV. Já, það hefur áhrif. Skýrir kannski ekki allt. En það er alltaf hægt að segja að það er örugglega alltaf að segja. Nú hef ég teljum ekki geta sagt að það væri hægt að gera þetta allt fyrir minni pening, sko. En ég er alveg sammála, það er, ég finnst til dæmis að ríkisútvarpið ekki alveg sinna nógu vel svona rannsóknarblaðamennsku. Þó þau séu með Kveik, þá finnst mér Kveikur bara mjög bitlaus núna. Það hefur til dæmis verið bent á það að opinberar eftirlits- og aðhaldsstofnanir það er bara vísar hver á aðra. Það segja ef framkvæmdir eru hafnar við ólöglegt laxeldi þá getum við ekkert gert nema kannski beita einhverjum dagsektum seinna og svona. Það er alls konar mál í gangi þar sem annarkvort þarf að skerpa á verksviði þessara opinberu stofnana eða að almenningur upplifir það sé ekki nægur vilji til þess að fara í átökin sem að ríkisstofnanir ættu að þurfa. Þetta er blóðugur slagur að takast á við spillt auðvald menn sem hafa enga samvisku og eru ekkert að velta fyrir sér einhverjum almanna hagsmunum, heldur eru bara að hugsa að nálgast okkar auðlindir og ræna þær sem ræðast á sem styrstum tíma. Með bákni þá horfi ég á fólk sem situr í embætti
ætti að vera blóðugt upp yfir axlir í því að taka einhvern slag en gera það ekki. Já, ég sammála að við tökum það bákn. En ég get alveg verið sammálaður í því að sko, orðið bákn ótrúlega neikvætt, þannig að það alveg rétt sem þú segir sko, af hverju erum við að tala þannig náttúrulega megni af þessari þjónustu þetta bara fólk sem einhvern veginn á gólfinu og við þurfum algjörlega á að halda en það kannski ekki svo auðvelt að losa okkur við það og ég held að Frosti segja mitt alveg sammála því að þetta fólk í grunnþjónustunni, þú veist, það ótrúlega mikilvægt og svo spurningin með einhverja stjórnsýslu hægt að leysa hlutina öðruvísi, þú veist, hjúkrunarfræðingarnir, kennararnir, allt þetta fólk er algjörlega nauðsynlegt fólk, lífsnauðsynlegt fólk sem við þurfum á að halda. Já, frekar það en svo má alltaf ræða hvernig leysum málin varðandi skipulag og stjórnun og þess áttar og þú veist, hægt að tvíka eitthvað til og hvernig getum við nota tíma fólks betur og svo framvegis og eins og með eftirlitsstofnanir eins og segir að mér finnst alltaf mjög mikilvægt að maður ætli líka fólkin samt hið besta sem að vinna þessum störfum að allir eru þarna og öll eru þarna og eru að vilja þjónusta íbúa vel eru þarna á þeirra forsendum fólk velst til þess að starfa ofta þegar mér sérst ekki að metna fyrir því að þjónusta fólk og vera í slíkum störfum þannig að þú veist, ég held að sé kannski vont ef við hugsum það eins og með þessa eftirlitsstofnun ef við ekki ná að sína hlutverki sínu, þá það nú oftast kannski eitthvað kerfislegt. Það til dæmis þannig, við vitum það bara fyrir hrun að hvernig þetta var með þessar eftirlitsstofnanir að ég meina það voru fjársveldar, fólk var headhunta yfir til þeirra sem að þau áttu að vera með eftirlit með, þannig að þú veist við þurfum að passa upp á þessar stofnanir og það auðvitað ábyrgð ríkisins auðvitað að gera það bæði með nægu fjármagni og góðu skipulagi kring og að þau hafi þá lagaumgjörð sem að þarf að vera til staðar til þess að geta gripið til ráðstafana þegar þarf að gera það. Þannig að ég held að sé líka bara spurning eitthvað sem að maður þarf að passa vel upp á að eftirlitsstofnanir hafi það sem þær þurfa. Það hefur eiga síður orðið gríðalegt launaskrið hjá mjög stórum hluta millistjórnenda á svona efralags í opinberri stjórnsýslu á sama tíma og einmitt eins og þú bentir á Frosti, þau halda svona ákveðnum réttindum og fríðindum umfram einkageran og því miður eru bara mörg dæmi það að ríkið þið opinbera sé að kaupa upp gott fólk úr einkageranum sem að hefur það bara miklu betra í störfum hjá ríkinu. Algjörlega. Og það bara ekki í lagi. Stafræna stofan hjá ykkur í Reykjavík sem að hvað eru margir starfsmenn þar? Ríkið, sko. Nei, það opinbert sveitarfélag. Já. Þannig að það þjónusta sem það hefði vel verið hægt að útvista eða kaupa annar staðar. Hún útvistuð mjög mikið að hluta, þetta svona jafnvægis. Þetta svona, þú veist, þetta og hið opinbera hefur þessa tilhneigingu til að safna alltaf utan á sig svona einhverjum óþarfa sem að gerir rekstrareiningarnar óskilvirkar. En það, svo ég fá að svara því að því að ég hef nú farið fyrir þeim málflokki og þekki ágætlega að það einmitt svona dæmi eitthvað sem er mjög mikilvægt að maður greinir vel og rýnir hvernig maður að leysa og það var rauninni gert í grunni þegar fórum að stað með þá stafrænu vegferð sem við réðumst í að bara tala við lykilfyrirtæki, stór fyrirtæki sem þekkja vel til hvernig best að gera þetta og niðurstaðan var byggt á þeirri greiningu að það væri gott að hafa þar ákveðið jafnvægi, að invista hluta, að hafa sérfræðinga hjá okkur sem að þekkja verkefni vel og eru það góður kaupendur, geta vel skilgreint vandan og geta spilað á móti þeim sem að eru þarna út og geta leyst málin á markaði og svo að kaupa inn ákveðna vinnu á móti, þannig að það ákveð svona jafnvægis kunst sem var farin að það var ekki ákveð útvista öllu eins og Sjálfstæðisflokkun hefur sannlega að tala fyrir eða innvista öllu, heldur að fara ákveðna svona milli leið og það var einmitt út af því að það hefur ofta ekki gefist vel ef fólk hefur útvista öllu og það engin þekking innanborðs til að vita, þú ert að vera svo mikið á gólfi hjá sérfræðingunum og þeim sem að þekkja verkefni, þú ert að breyta þjónustunni, að það getur verið ótrúlega mikið óhagræði í því að vera alltaf að kaupa það inn, þá getur þetta miklu dýrara, þannig að þetta er svona ákveð, ég myndi segja Þú fyrirgefur, ég heyri bara eitthvað svona afsakanir fyrir því að vera stækka þetta og belgja út en það er kannski að þú ert út frá svona svolítið öðrum vinkli en ég tala sko. Ég vil bara að það sé einbeitt sér að þessari grunnþjónustu og við séum ekki að færa ríkinu og henni opinbera á mikið í fang og eins og að því varst að tala með húsnæðis ástandið. Já, mér langar aðeins að fara þangað aftur þeir eru alvarlegu stöðu sem uppi það er sko einmitt rétt sem að Hjálmar segir að það eru vextirnir sem eru að hindra að það að menn byggi og svo framvegis og nú hefur Bjarni og öll ríkisstjórnin hún vísar af sér ábyrgð hún segir bara að þetta eru þættir sem við ráðum ekki við. Það er ekki alveg þannig það er
það aftur eins og ég segi, eins og ég hljómum bara eins og bíluplata, það náttúrulega að hemja ríkisútgjöld er stór faktor í því að ná niður verðbólgu og þar af leiðandi vöxtum og það ástæða fyrir því að ungt fólk að fara hérna og eins og Hjálmar segir, okkur fer fækkandi og við þurfum að fá erlent vinnuafl og mér finnst ekki rétt einhvern veginn að tala eins og það sé bara eðlilegt ástand. Mér finnst að við ættum sko, eitt stór faktor í því að fólk veigra sér við að eignast fleira en eitt barn eða barn yfir höfuð einmitt þessi húsnæðisskortur. Það bara, það mjög erfitt að stækka við sig, kaupa einu herbergi viðbót og þú ert bara eins og hamstur í hjóli að reyna að láta endan á saman. Ungmenni sér ekkert fyrir sér framtíð á Íslandi. Þess vegna erum við hætt að eignast einhverjar alvöru tölur á börnum. Og mér finnst að það ætti að vera sjálfsagt mál að við setjum svolítið fókus á það bara að gera vel við barnafólk og greiða leið þess til þess að eignast húsnæði og þak yfir höfuðið og okkur fari bara hreinlega að fjölga aftur því að ég sé ekkert af því. Ég trúi því ekki að mannkynni sé einhver pláa á jörðinni sem við þurfum að hemja okkur og ég gerir samanlega fólk bara maður mann skaman og ég vil hafa Íslendinga sem flesta. Þetta nú kannski ekki alveg svona því að allstaðar á Vesturlundum og allstað það sem velmögun þá hefur bara einfallega barneignir verið að dragast saman þannig að það er allavega ekki húsnæðisskortur í Vesturbæ Reykjavíkur sem kemur í veg fyrir að fólk í Þýskalandi sé að eignast börn sko. Þannig að þetta er bara trend sem er í gangi út allan heim og er að ganga yfir í rauninni restina af heimsbyggðinni þannig að einhvern tímann upp á 2050 þá er útlit fyrir það að mannkyninu öllu fara að fækka þannig að það er þetta er ekki séríslenskt trend þarna. Mér langaði kannski aðeins að koma inn á þetta með báknið. Það mér finnst oft þegar við erum að tala og nú ætlum ég ekki að vera að verja nákvæmlega hvert hlutfall ríkisútgjalda eigi að vera en mér finnst yfirleitt þegar við förum að tala hvað hægt að skera niður þá farið að benda á hluti eins og RÚV 8 milljarðar, utanríkisráðuneytið, eitt minnsta ráðuneytið en stóru þættirnir í útgjöldunum eru til heilbrigðismála, velferðismála og menntamála og það í rauninni enginn sem, og ég held meira að segja ég hef heyrt ykkur næstum því öll eða okkur næstum því öll segja þarna þarf ég að gefa í, þarna þurfum við að gera betur. Hvernig ætlum við þá að gera betur fyrir minni pening? Það er þá augljóslega spurning því að það er ekki hægt að tala einhvern veginn einhverja veigamikla breytingu á þessum útgjöldum nema að fara að horfa á auðlindana til almennings nema að fara að horfa á stóru tölurnar sko. Þannig að það er ef utanríkisráðuneytið sker niður 20% sem það gæti vafalaust gert við myndum varla finna fyrir því sko. Tölurnar koma úr stóru ráðuneytunum og þar held ég að enginn eigi svörun það hvernig að gera betur sem við viljum öll gera í þessum málaflokki fyrir minni pening. Við þurfum að ná í meiri pening. Við þurfum að ná í meiri pening. Niðurskurðurinn hann veldur oft meiri vandamálum heldur en hann leysir og kostar á endanum meira heldur en En þetta er líka sko, eitt af því sem að, af því að ég er mjög mikið áhugamaður það í fyrirtækjarekstri að setja skýra stefnu og einhvern veginn fá alla til þess að fara á framma í sömu átt og sjá sýnina sem hefur verið að reyna að byggja og leggja sér fram við að komast þangað. Og það er kannski meira, það er kannski partur af þessu líka, sko, þegar að ríki leiðist út í að fara að gera hluti sem að mögulega hafa ekki verið að gera, þá er ekkert svona, það er ekkert svona fast skapalón eða eitthvað, hlutverk ríkisins er að veita eftirfarandi grunnþjónustu, eftirfarandi þjónustu, við erum bara með samning við fólkið í landinu að veita því ákveðna þjónustu og síðan er það bara hægt að horfa á, við gerum þjónustusamninga við fyrirtæki sem við erum í viðskiptum við erum ekki með neitt svona þjónustusamning við ríkið en ef við myndum setja þó það væri ekki nema bara svona einhverja punta á blaðum það hvað er hlutverkið þarna, þá getum við horft á einhverja nýja hugmynd sem kemur upp og sagt, fellur hún undir það sem við erum búin að ákveða, að sé hlutverk ríkisins og ef ekki þá þarf að horfa allt öðruvísi að það heldur en að það fellur augljóslega innan þess ramma sem við erum minn öll sammála að sé hlutverk ríkisins og því að það er rosalega stórt, aftur, við myndum horfa á fjárlögin
ég held að við myndum við sætum hérna heila kvöldstund og við myndum svona einhvern veginn eksa við og kafa hún í hvert ráðuneyti og fara að skoða þessa liði, fá síðan kannski útskýringar því að það er töluvert mikið af ósýnilegri vinnu sem á sér stað út allt í kerfinu, sem að við gætum ekkert skilið hvað einhver deild í einhverju tiltekinni stofnun að gera, en síðan við myndum kafa onni það, þá kemur kannski ljós að hér er engin innflutningur á grænmeti nema þessi tiltekna deild sinnt í sínu starfi eða eitthvað þannig, þannig að við mögum heldur ekki að horfa fram hjá þessari ósýnilegu vinnu. Ég efast að við myndum finna 10% af ríkisútgjöldum sem að við værum svona bara þokkalega sátt við að þetta væri bara farið Já, ég byggi mína skoðun meðal annars á því ég hef starfað sjálfur á 2 ríkisstofnunum, þannig að ég tek með mér reynsluna þaðan og viðhorf mín af því að fylgjast með því. Mér langar líka að segja varðandi brottflutningin að því þú sagðir að fleiri var að koma en fara. Ég á 5 börn og fer nú að vera síðasti móikaninn í þeim efnum, ekki satt? Það er bara það sem þú varst að segja. 3 þau, miðbarnið farið til útlanda og 2 yngstu sjá ekki fyrir sér neina framtíð hér. Þannig að eðlilega eru þau þóttu séu bara ung. Þau eru að plana brottflutning. Og mér finnst bara, 2 elstu eru sem sagt, þau sluppu. Þau geta búið hérna. En mér finnst þetta bara vera eitt stærsta málið. Er það af efnahagslegum forsendum eða er það vegna þess að ég sjá ekki tækifæri? Efnahagslegum. Já, er ekki farið til náms, það er ekki, af því að stór hluti fólks fer til náms og kemur síðan aftur og kemur með fullt af þekkingu og verðmætum tilbaka. Það er ótrúlega sterk taugin sem togar fólk tilbaka. Og ég held að taugin... Ég er ein af þeim. Ég held að taugin þarna sé alveg rosalega sterk. Meira þess að við mýverska náttúru það gæti orðið sterkara en þegar við lifum í landi þar sem klifað á því í fréttum frá morgun til kvölds að það sé ekkert húsnæði til að vextirnir séu með þeim hætti sem þeir eru, að íbúðalán stökkbreytist, hækki 20 milljóna á 2-3 árum. Það þýðir ekkert fyrir fólk, stjórnvöld að segja fjölskyldu í Reykjavík að þetta sé allt í lagi vegna þess að það voru svo mikil fasteigna verðshækkun á eigninni sem að fólk að borga af. Það er bara verra fyrir fólk sem situr í þessu skuldafangilsi vegna þess að þá borgar það enn hærri fasteignaskatt. Og ef þú ætlar að selja, þá verður ekki að keypta eitthvað sem er þá ódýrara. Og mér finnst bara, ef ég á að segja ykkur alveg eins og mér finnst við ekki vera að ræða þetta fyrir þessar kosningar. Má aðeins koma inn í bara... Þetta á ekki vera þáttur minn. Þetta var mjög innblásið einmitt og ég held að sé alveg hárrétt hjá þér að húsnæðismálin eru auðvitað rísa verkefni og eitthvað sem að þessar kosningar sannlega snúast og fólk hefur svo sem við erum að tala mikið það. Þannig að snertir alla verðbólgan og þetta kemur saman og hefur gríðarlega mikil áhrif á fólk og við verðum að bregðast við mjög mikið og þetta er auðvitað málaflokkur sem ég hef verið að starfa í borginni og húsnæðismarkaðurinn hér hefur verið svolítið mikið skipulagður það hefur verið óalega mikið þannig að það er einhvern veginn út af krónunni, þessi gjaldmiðl og efnahagskerfi sem að sveifla svona mikið, þá hefur einhvern veginn fjárfesting í húsnæði verið einhvern veginn talin svona eini álitlegi kosturinn að fjárfesta í fyrir fólk, þannig að þetta hefur verið meðhöndlað svolítið mikið sem fjárfesting og svona spilapenningur í Monopoly frekar en að þessi farið með þetta sem þetta á að vera sem er auðvitað heimili fyrir fólk út af því að það grunnmál, það gefur höfuð auðvitað mannréttindi og það er svolítið það sem ég hef verið allavega að tala að það þarf að hugsa alla framkvæmd, lög, reglur og allt saman út frá þessu markmiði eins og þú talar markmið þarf að vera skýrt og það er svona verðu að taka á það ýmislegt og ég ætla ekki að fara að vera pólitíkinn og tala alla hlutina sem við ætlum að gera þessu en þetta er allavega eitthvað viðfangsefni sem verið til umfyllunar en það sem finnst áhugavert er einmitt eins og þú segir með efnahagskerfið og verðbólguna, hvað þetta eru stór mál og mikilvægur málaflokkur að ræðum og hvernig við ætlum að leysa þetta er einhvern veginn maður sér þá sem að hafa farið með budduna lengst af sem að vilja, sem er þá eins til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn sem vilja svo lítið tala um þetta þannig að það er einhvern veginn upplifun mín svolítið að það sé stanslaust verið að reyna að setja önnur mál á dagskrá til þess að afvegaleiða umræðuna frá þeirri umræðu yfir í til dæmis innflytjendur og útlendinga það er einhvern veginn búið að ala á sundrung og ótta og polariseringu og það er verið að reyna að búa til einhverju tókstreitu milli þeir sem vilja og vilja ekki og eitthvað svoleiðis sem ég held að sé bara rosalega eitrað og neikvætt fyrir okkar samfélag, okkar litla samfélag sem á að geta vera saminað og staðið saman og svona
sama með húsnæðismálna því að við komumst svo sem ekki hjá því að ræða það þá í staðin fyrir að tala verðbólguna, vextina, efnahagskerfi, krónuna, þessi stóru pólitísku viðfangsefni að þá er farið að tala rosalega mikið og það voru held ég 3 leiðtogar stjórnmálaflokkar sem töluðu það núna í þessum pallborðsumræðum kapplæðinum að þétting byggðar væri sökudólgurinn, að vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins væri sökudólgurinn og það væri nú bara þannig að það væri bara vangita meiri hlutans í Reykjavík við að fjölga lóðum sem að hefur skapað þessa húsnæðis ringulreið og auðvitað bara gott og gilt að fjölga lóðum en ég get farið yfir það í löngu máli hvers vegna þetta ekki staðan sko, þetta er ekki aðal ástæðan fyrir því, það bara mjög mörg rök sem að lúta að því að þetta sé ekki það sem að hefur verið að skapa hennan húsnæðis vanda og mjög margir kostur við þéttingu byggða, ekki síst loftslagsmál og lífsgæða svo framvegis, fækka ferðalögum og eitthvað. En það allavega þessi fjármögnunarkostnaður og hvernig við ætlum að gera það og sem að þarf að tala meir Þarna sko, ef við værum með þjónustusamning við ríkið, þá mjög líklegt að eitt af því sem við værum sammála að við ættum öll að hafa aðgang að húsnæði á verði sem að við ráðum við að borga. En við erum ekki með þennan samning og núna ríkið eftir að feila eða hið opinbera að feila á þessu grunnmáli. Mögulega væri eina leiðin til að taka einhvern veginn á því að ríki myndi, það væri aukin fjárframlög frá ríkinu, það stangast síðan á við það sem við vorum að tala áðan með báknið, en þetta snýst náttúrulega bara enn einu sinni forgangsröðin. Ég held að væri, ég næstu því vissum að ef að þjóðin sem að náttúrulega ekki eitt fyrirbæri, en ef við kemum okkur saman einhverja hluti, þá held ég það allavega við hefum fólk hefði þakið yfir höfuð fyrir sig og sína fjölskyldu, væri mjög ofarlega á listanum við það sem við verið sammála að þyrfti að uppfylla. Og ég held líka bara leigu þak að það væri aðeins komið á móts við fólk og því væri gefin einhver von það að hér getur ekki bara einhverjir hákallar keypt upp húsnæði frá okkur almenningi bara til þess að nýta sér neyð okkar. Gera svo normenn að gera núna, þeir eru að hækka skatta á leigufélög og mér langar að segja ykkur frá bara sem ég heyrði fyrir mörgum árum með að systir mér býr í Noregi að ég veit ekki út að svo stefna hjá þeim með þá, en ef að þú fékkst lóð og byggðir þér einbýlishús þá varstu hvattur til þess að stækka það litla íbúð og máttur leigja hana út á þess að borga skatt af henni. Þannig að flest einbýlishús í Noregi eru með einni lítilli auka íbúð. Hér og ég ætla að skjóta því að líka, ég fekk post í dag frá Reykjavíkurborg sem var að segja það var að bjóða út einbýlishúsalóðir á Kjalarnesi og ég bara, vá, þarna risa land og land Reykjavíkur. Nú þetta að fá að lóð og byggja sér hús. Með íbúð í kjallaranum og góðar Airbnb tekjur af því. Nei, svo maður bara banna Airbnb. En það er nákvæmlega eins og með Airbnb og það er náttúrulega þetta með að hafa þetta jafnvægi og því að eins og Airbnb og skammtíma leigan, það er fallið. Þarna vantar alla langtíma hugsun. Já, en þetta í grunninn alltaf fallið hugsun að fólk að nýta sína eign og ég tala nú um að þú ert að fara til útlanda og vilt ná einhverjum tekjum á meðan og þessi 90 daga regla er kannski ekki stóra máli en það er verið að nýta þetta format og það vantar svolítið bara eftirliti út af því að það er verið að nýta þetta til þess að skapa bara atvinnustar sem í kringum útlegu og þannig að það þarf einhvern veginn að setja svolítið skorður og auka eftirlit og jafnvel að tengja það og þú getur nýtt þetta út frá því að þetta sé lögheimilistenging þarna. Sáðu fréttin, það var ekki í dag sem það var frétt hún myndar Stykkishólmi en þetta var nú svona heilt yfir, þú veist bara að fólk væri almennt ekki sátt við að það væri verið að kaupa húsnæði í þeirra byggðarlögum til þess að vera sem það var kallað held í fréttinni frístundaíbúðir. Þú veist, ég held að það hafi sennilega verið samheiti yfir þú veist, hvort sem það er þá verkalýðsfélög eða aðrir eða líka bara Airbnb og þetta er ekkert skrítið en þú veist, það er alveg staðir út á landi til dæmis og það er kannski ekki, þú veist, það er kannski ekki hæsta íbúðaverðið þar en þú veist, það eru staðir þar sem er bara stór hluti íbúðarhúsa er í útlegu. Siglufjörður? Það er bara annarkvært hús í eigu fólk sem kemur kannski og er bara nokkra vikur á ári og þá er ekki að vera til neina tekjur af því. Það kemur niður svolítið á sjálfbærni staðarins og úti er til dæmis víðar svona ákveðin lögheimili skylda sem að við viljum allavega láta skoða þannig að allavega byggða samfélögin geti hafa eins betur stjórnaði hvar er frístunda húsnæði og hvar er frístunda byggð og hvar ekki. Ég meina skugga hverfi í Reykjavík, svolítið mikið frístunda byggð fyrir ofurríkt fólk, við lífið það
það þetta að spyrja sig. Ég held sko að það hljóta að vera tímaspursmál hvernig það kemur aðeins meiri harka í þessa kosningabaráttu, vegna þess að mér finnst mildileiki og tjattið og hrósringurinn hjá RÚV, þið bara fyrirgefið afsakið á meðan í æli, þetta frábæri hugmynd hjá einhverjum einkareknum fjölmiðli, en sko þessi fjölmiðill, staðan alveglegri en svo að þú bara skiljir við okkur með einhverjum hrósring og það var ekki minnst á spillingu í þeim þætti, það var ekki minnst á Wintris bakgrunn Miðflokksmannsins, það var látið eins og Bjarni hefði ekki fengið 45.000 undirskriftir gegn sér bara fyrir korteri. Það var látið eins og ekki bara 16% landsmanna vildu hann áfram sem ráðherra, sem þýddi 84% vildu það ekki. Við látum alltaf, þið fyrirgefið, en við látum alltaf eins og það sé hvorki til skammtímaminni né langtímaminni, alltaf átti að vera voðalega krútlegt, við erum að trúa því að allir opinberir starfsmenn séu alveg frábærir og ætli sér bara vel, sennilega helmingur þeirra fínn og hinn helmingurum bara það ekki, bara eins og á einkamarkaðinum. Og ég bara, núna, ég ætla bara að auglýsa eftir því að við nálgumst hlutina óhrætt það að verða töluð og valda árekstri, vegna það sem ég sýnist að umræðan fyrir þessa kosningar sé allt og krútleg miðað við áskoranir sem við að etja. Hvað segir þið þetta? Frosti? Ég segi bara heyr. Ég veit ekki alveg með þessar áherslur nákvæmlega og þetta að vera að halda að mönnum einhverjum eins og segir Wintris og ég sé ekki hvernig það gagnast umræðinni. Er það ekki? Nei, ég sé það ekki og þeir eru þrátt út nefnir Bjarna og Sigmund, þetta eru samt flokkar sem eru með þetta eru næststærsti og þriðjastærsti flokkur landsins í könnunum og það fólk sem að kýsa þessa stefnu og þetta eru Vintristefnu. Nei, ég meina tala að það er ekki spurningum að við erum búin að gleyma því eitthvað, þetta er bara, ég held að það sé ekki issue í hugum kjósenda, það sem að ferða ekki eftir því einmitt hvernig þáttur eins og þessi nálgast fortíð framböðna. Hvað á að vera? Sigmundur hefur greint frá því að þessar eignir voru geymdar einhverjum aflandseyjum en það var allt ekki fram á skattframtali á þessum tíma. Eftir að máli komið upp þó oft taldur þetta fram og síðan fór þetta baka en ok. Það var ekki eins og hann hafi stólið einhverjum peningum, sko. Þetta ég sé það ekki. Eiga menn að vera forsætisráðherrar sem segja ósatt. Hann axlaði nú heldur betur ábyrgð á þessu. Gerðum það? Eigum við að trúa því að þeir sé að vinna fyrir almenning. Og það er náttúrulega ekki heimilt að svíkja undan skatti, sko, hvað þá þegar þú ert ráðamaður þjóðarinnar, að það er náttúrulega mjög alvarlegt. Ef hann hefði hvílt sig eitt kjörtímabil, ef hann hefði stigið frá, ef hann hefði beðist afsökunar, þá sé allir Íslendingar velkomin aftur. Hann gerði það ekki. Hann sagði af sig sem forsætisráðherra. Já, hann alltaf var borinn út. Þú varst niður á torgi, það ekki voru 25.000 manns fyrir utan Alþingishúsið. En ég get alveg tekið samt undir með þér í því að þetta með umfjöllunina um pólitíkina og málefnin og að fólk sé að taka upplýsta afstöðu þegar það er að kjósa, að þetta náttúrulega bara hefur svolítið vandamál kannski einhverju leyti þegar kemur bara að tjáningafrelsi, fjölmiðlafrelsi, lýðræðinu og þessu samspili, að til þess að hafa öflugt lýðræði þá þurfum við þetta að hafa, öfluga fjölmiðla sem þeir eru ekki, sem aldrei verið veikari, sem hefur kannski vantað upp á að fólk geti einhvern veginn unnið þessa grunnvinnu að upplýsa fólki almennilega það sem er í gangi, hefur í gangi, bara þessi álitaefni, þessar dýptar greiningar, rannsóknarblaðamennska. Við vorum með Kjarnan, við vorum með Stundina, við erum með ykkur, Kjarnin og Stundin þá er sér gana fært hann að saminast. Það eru 500 til 700 störf sem hafa tapst í blaðinu. Ég meina Fréttablaðið var lagt niður, það er engin slagkraftur. Morgunblaðið sem náttúrulega bara mjög litað af að hagsmunum Sjálfstæðisflokksins bara orðið rosalega ráðandi aðila á markaði, þeirra röddir hann rosalega ráðandi gagnvart í hvernig almenningur álítur pólitíkina. Þannig að ég myndi segja að það hafi orðið dálítið svona, alvarleg vending bara í lýðræðinu á Íslandi þegar kemur á þessu að við verðum að hafa marga fjölmiðla sem eru með
bara svigrúm til þess að sinna sínu aðhaldshlutverki. Það bara útopíst, það ekki að gerast. Nei, ég veit en þá þurfum við líka til dæmis að sé gott fjölmiðla styrkja kerfið einhvers konar umbúnaður í kringum það eins og við sjáum til dæmis nágrannalöndum. Við erum með slíkt hér en það mjög sérstakt hvernig því háttað. Það þjónar þeim best sem eru sterkastir í staðin fyrir að reyna að ýta undir þá minni fjölmiðla meira til þess að skapa Árvakur 123 milljónir króna í fjölmiðlastyrk. Það var það sem þurftu útgerðarmennir sem að reka mokkan. Þeir þurftu 123 milljónir til þess að halda áfram að reka sinn eigin áður. Þetta nú enn eitt ruglið í ríkisútgjöldum. Það eru þessi fjölmiðlastyrkir og auðvitað hefði verið miklu skynsamlegra eins og ég sagði áðan að einbeita sér að minnka RÚV og taka það helst út af auglýsingamarkaði fyrir lifandi löngu síðan. Það hlýtur að lendingin. Ég getur verið sammála því. Já, það á ekki að vera á einhverjum samkeppnismarkaði þessi stofnun. RÚV drepur fjölmiðla, einkarekna vinstri hægri hvern einasta dag sem að RÚV á markaði með þeim hætti sem það er. Ég held að styrkjakerfi sé alveg gott og gilt og allavega bjóði lengi í Noregi og það er svona kerfi en það er alltaf spurningi líka hvernig ef þú ert með það er mjög mikill ábyrgð hlut að það sé þannig að það sé að ítundir margbreytileika fjölmiðla að til dæmis í Noregi er svo regla að það hefur verið allavega svo regla að fjölmiðl sem er ekki stærsti fjölmiðl sem fær heldur sá næsti í rauninni á hverjum stað fyrir sig til þess að ítundir en hér er einhvern veginn verið að styrkja risana og í raun að auka og efla þeirra svona einogandi stöða einhverju leyti það er ótrúlega bara til að fara eftir því hvort hefur verið umræðan væri svo vægin, ekki óvægin og krúttleg. Getur verið að það sé líka hluta til vegna þess að hvað er stutt á milli fólks á Íslandi. Það er sjálfsritskoðun í gangi. Fólk þorir ekki að segja einhverja hluti einfaldlega bara vegna þess að það er næstu því sama hvað það segir. Það stígur á tæra annarkvort það sem einhver á hagsmuni undir eða það eru ættartengsl eða eitthvað annað. En hverju skilur það okkur? Og kann að vera að íslenska þjóðin stundi ómeðvitaðan sjálfskaða frá degi til dags eins og haldið þeir fram í bókinni Besti vinur aðal. En það sem var mér finnst af því að ég tók ekki þátt í hringnum í upphafi þegar ég var að tala hvað þessar kosningar snúast að þá hef ég verið hugsi núna eftir þessa umræðu og eins og þú varst að tala með að gera svona plan þú varst að tala traust og við höfum verið að tala rosalega mikið aðferðafræðina. Við höfum verið að tala mjög mikið hvernig pólitíkin er langtíma hugsun í pólitík. Ég held að sé mjög mikil eftirspurn eftir því að sé langtíma hugsun, sé ekki alltaf bara vera að tala hluti til 4 ári senn heldur sértu að hugsa fyrir almenning með svona stærri sín til lengri tíma. En það það sem erfitt í pólitík að þeir eru alltaf refsa í næstu kosningum ef að þú skilar ekki þínu nema þú sért einhvern veginn bara standir með því að þetta sé best og að skili sér ekki strax og við þurfum þetta fleiri pólitíkusar sem eru þar og það þurfum við líka gagnsæi eins og þú við þurfum að hafa plan og það þarf að vera skýrt og fólk þarf að vita af því. Það þarf að geta veitt aðhald með aðhaldshlutverki fjölmiðla og almennings þannig að við séum að líti hverja krónu fara vel með fé. Þannig að þetta svolítið það sem að við allavega Píratar snúast það þessi aðferðafræði og fólk skilur okkur ekki alltaf og við erum þetta svolítið öðruvísi. Þið eru náttúrulega þurrkast út af þingi. Í fólk, já, það erum, það nóg til stefnu sko, það bara, ég held að við þurrkumst nú ekki út af þingi en punkturinn að fólk spyr oft sko, ég skil ekki alveg hvað þeir standi fyrir en við stöndum svo mikið fyrir auðvitað, bara við höfum talað með svona góða grunnþjónustu velferðarkerfi og að grípa fólk og tækifæri en samt líka frelsi einstaklingsins en þessi aðferðafræði, gagnsæi lýðræði að hlusta á fólki sem veit best og að hugsa einmitt svolítið hlutina með þessar langtíma sín og út frá þessar lýðræðis hugsjón. En það er svolítið það sem við þurfum sannlega. En það eru eftir 2 umræðefni á kannski 10 mínútum eða svo og eins og hraðaspurningar. Nei, ekki alveg beint. En sko það eru augljóslega miklu meiri áhugi á að skipta gjaldmiðil núna í ljósi þess vaxtafárs sem hér hefur verið. Það ákveðin öryggistenging í aukinni alþjóðasamvinnu, segja sumir á ráðnum tímum. Ekki ESB-flokkarnir eins og Viðreisn, fólk að segja að Jón Gnarr hafi tosað upp þetta fylgi, en ekki bara ESB svolítið að skora núna í meiri mæli en verið hefur, bara svona örstutt kannski áður við förum svo í forstakostningarnar í Bandaríkjunum. Sko það er allavega áhugavert að sko þau eru
eini flokkurinn sem eru ennþá með þetta á dagskrá en hefur samt ekki talað hátt það fyrir þessar kosningar sem pínu skrítið af því ég hefði haldið að þetta væri sérstaða sem einmitt gæti tekið til sín fylgi en ég ekki vissum að þau sé að fá út af því vegna þess einfallega að þau hafi ekki haft mjög hátt það fyrir þessar kosningar að þau vilji ganga inn í ESB. Þorgerður Katrín samt, hún greinir sig eiginlega alltaf frá Kristrúnu þegar koma tvær fram saman. Já, akkurat. En þetta ekki samt ábyrjandi í málflutningi Viðreisnar fyrir þessar kosningar. En síðan það hvað það var 2008, þá voru ykkur sagt að það væri ekki hægt að taka upp evru og það tekið svo langa tíma, það tekið 5 ár nú er það 2024, það 11 ár síðan þessi 5 ár voru liðin þannig að við verðum sjálfsagt í þessari umræðu í 20 ári viðbót að við getum ekki tekið upp evruna til þess að bjarga málunum vegna þess að það sé svo langt þangað til en svo það bara við töpum þú veist, að tapa pólitíkus að tapa ákveðnu valdi með því að tapa stjórnum við gjaldmiðlinum það bæði kostur og galli. Já. Ég held einmitt að ég veit ekki hvernig kannanir hafa verið með varandi ESB nýlega. Svo síðast hún mældi aukin á Íslendinga. Já, og ég hefur svona einhvern veginn bara svo mikla ofurtrú á Íslandi. Hér séu svo ótrúlega mikil tækifæri til þess að gera betur og þá aftur, eins og ég segi, bara stjórnmálamenn sem geta haldið almennilega budduna og stýrt því almennilega. Ég held að við séum, að mín skoðun að okkur sé betur borgið að stýra þessu almennilega hérna heiman en ekki vera að fara undir valdið í Brussel og það er alls konar svona áhrif sem að koma þaðan sem að við höfum þá enga stjórn yfir en auðvitað, þetta algjörlega ótækt þetta vaxta ástand og hvernig gjaldmiðillinn flöktir en það ég bara einhvern veginn mikla tilfinningu fyrir því að það sé hægt að stýra þessu miklu betur en gert hefur verið. Ég skal koma með eina góða sögu. Ég stofnaði fyrirtæki 2018 og við vorum svo heppin að við fengum góða fjárfesta til liðs við okkur, bæði innlenda og erlenda og fyrirtæki var sem búið að vera til í hálft ár. Þá vorum við á fundi upp í bankanum okkar það sem við vorum að ræða það hvort að myndi fara á hausinn og myndi ná að bjarga sér fyrir horn og hvort að það úthlutað loðnukvóta til þess að ákveða hvernig við sem lítið tæknisbrota fyrirtæki ættum að geyma peningan okkar. Ég get alveg lofað ykkur því að það ekkert fyrirtæki á svipaðri stærðargráðu og svipuðum stað í sínum þroskaferli í Evrópu eða í Bandaríkjunum sem að ræða þetta við bankanum. Þetta er góða punktur. En ég held að fólk sé samt að horfa óháðið hvað við finnst ESB. Þú veist, við viljum láta kjósa ESB, ég hef unnið á Evrópuþinginu, mér finnst það spennandi, ég held að segja ákveðin lýðræðishalli við séum ekki ESB af því að við lútum sannlega lögmálum þeirra, svona sem sagt. En það þetta með bara, ég held að fólk sé samt komið svolítið nóg að krónni. Þú veist, við erum bara að sjá, hún ekki að þjóna okkur mjög vel og við erum komið nóg að þessum vöxtum. Fólk komið nóg að vöxtunum og þetta svo samtengt. Ég meina, einhver leið önnur en að tala krónu? Ég ekki að segja að þurfa að koma evra en tengja við annað eða eitthvað. Ég allavega algjörlega á því að það verði að gera eitthvað við þessa krónu hvort sem að tengja eða þá við náum að hafa þetta efnahagskerfi bara rosalega stöðugt að þá og það nú búið að tala fyrir ég veit að sagan hefur ekki sýnt það að við getum haldið vel á þessum spilum en getur nefnt eitthvað sem þetta í hug sem að þú myndir treysta fyrir því að stjórna þessu efnahagsmálum ég held að fyrir bara drastískar skrif. En nú höfum við imbrað á nokkur með risastórum málefnum og mér finnst einhvern veginn að það sé ekki verið að svara þessum stóru spurningum. Mér finnst að umræðan hérna, hún hafi tilhneigingu til þess að fara í eitthvað sem er miklu minna og miklu staðbundnara og til skamms tíma, eins og þú veist að benda á. En aðeins hérna bara svo... þetta gagnrýna okkur? Af því þú ert ein eftir, finnst þér meiri ESB-stemning og skiptum? Já, ég gott að með þetta, ég var ekkert sérlega mikið ESB, nú er ég alveg on ESB. Og hérna, þó að Samfylkingi sé ekki með það á oddinum í þessum kosningum þá að sjálfsögðu stendur Samfylkingin við það að vilja vera í ESB. Þannig að ég lít svo á við séum að fara að kjósa við getum fengið tvenns konar stjórnir, annarkvæmt öfgahægri sem að endanlega sigla okkur í kaf eða frjálslinda jafnaðarstjórn. Frosti, ert þú ekki svona öfgahægri? Ég lesi það á internetinu. Ég vissi ekki að það væri til eitthvað öfgahægri á Íslandi. Nei, það verður það ef ákveðið stjórnarministur verður. Það tel ég með skoðun. Ég myndi treysta Sigmundu og Bjarna best af þessu fólki sem að... Þeir eru búinir að fá að
spreita sig á því að halda. Og þeir stóðu sér bara alls ekki illa á meðan að það var. Tóku við eftir að var búið að hreinsa upp bullið eftir þar á undan. Við vitum allavega að Sjálfstæðisflokkurinn stendur ekki fyrir pólitískan stöðuleika. Það allavega niður. En hérna strákurinn minn sem 16 ára, hann segir að Sjálfstæðisflokkurinn sé að vinna kosningabaráttuna á TikTok. Það eitthvað sem þið hinn sem eru með aðra flokka ættuð að kíkja á og velta fyrir ykkur. Hvernig ætlið að mattsa Sjálfstæðisflokkinn á TikTok? En svona í lokin, við erum ekkert að fara að sofa núna eftir 3-4 klukkutíma. Við ætlum ekkert að fara að sofa fyrir 3 eða 4 í nótt þegar við vitum eitthvað. Þú getur talað fyrir sjálfa þig. Já, ok. Ertu alveg svalur sjálfur? Alveg svona? Já, þú veist, svo er ég með lítil börn og svona, þannig að þetta ekki það mikið issue fyrir mig. Ég ætla að fara að vaka yfir fórsetakosningunum. Ég ekki vanur að vaka, en ég ætla að vaka í nótt. Og það segir svona sitt hvernig mér líður og það getur vel verið að ég sé undir áhrifum umræðu það að heimurinn bara farist ef Trump verður endurkjörinn. En mér langar bara að fá svona, í fyrsta lagi þá langar mig að fá spá, það er hérna síðustu forvöða spá, það liggur fyrir bráðlega, og svo svona bara örstutt hvað það þýðir fyrir okkur hvort niðurstaðan verður. Byrjum bara þér, Hjálmar. Já, sko ég er mikið tölfræðinörd, ég fylgist með náttúrulega sem heitir Nate Silver sem er mjög mikill spekingur um skoðanakannanir og slíkt og hann keyrir svona daglega út frá nýjustu skoðanakönnunum, þá keyrir hann spá. Hann keyrði spálíkanið sitt í gærkvöldi í síðasta skipti þegar síðustu skoðanakönnun lágu fyrir og það endaði þannig að það voru 50,015% líkur á að Kamala Harris yrði forseti. Svo voru nokkrar útkomur sem voru jafntefli en þá ferði þetta í afgreiðslu hjá þinginu, sem neðri til þingsins sem að líklega, þá voru það republikanar líklega með meiri hluta þar. Þannig að þetta er bara eins og að kasta upp peningi. Við getum alveg eins farið núna og bara kasta upp peningi og líkurnar á því að annarkvort erum við forseti eru jafnmiklar. Hvað þetta þýðir eins og það fyrir okkur? Ég held sko, ég fer ekkert leynt með það eins og hvað var það 90% þjóðarinnar að Kamala fellur mér mun betur í geð og ég bjó nú í Bandaríkjunum þegar Trump var kosinn forseti síðast og það var eftirminnilegt mjög mörgu leyti bæði þú veist þegar hann var kosinn og svona eftirmálarnir af því en það sem að ég held að sko ef að Kamala verður kosinn þá hefur það góð áhrif fyrir heiminn en lítil sem við finnum strax. Ef Trump verður kosinn þá mun Evrópa þurfa að pakka sér rosalega hratt og mikið saman og við munum finna fyrir því hérna upp á Íslandi. Við munum finna fyrir því að það verður þrýstingur á okkur með sennilega með réttu að fara í mjög sterkt samstarfi í Evrópu vegna þess að með Trump sem forseta þá annarkvort dregur hann sig út úr NATO eða skemmir NATO eða allavega þurfi ekki hægt að treysta á hann sem ally og þá verður Evrópa að standa fyrir sínu í Úkraínu og gagnvart Rússlandi og það verður stór breyting. 50,015 Gjörðu svo vel. Hvað segir Kristín Erna? Ég vona svo mikið að Kamala Harris vinni þetta þannig ég ætla að spá því og mér hefur svolítið þótt skrítið í fjölmiðla umfjöllum síðustu daga og eiginlega bara alltaf og það var alltaf verið að tala um það að þau séu að sko kasta einhverju hvort í annað og tala illa hvort annað. Alltaf því að horfa hana að tala, þá er hún bara að tala um framtíðina og eitthvað, en hann er náttúrulega alltaf að hamast í henni, en það er svo, fréttamenn heyrir þetta ekki. En það er svo skrítið, bara sett undir sama hatt, hvað það var þar. Frosti, það er haft eftir honum í fyrradag að það sé alltilega að skjóta blaðamenn. Nei, er það? Já. Ég er búin að vera að fylgjast nokkuð vel með það, ég sá þetta ekki. Moggin segir þetta. Það sé alltilega að skjóta blaðamenn? Já, hann hefði sagt það. Já, ok, ég þarf að fletta þessu. Já. En ég sé að það er ofsalega oft sem að það er eitthvað haft eftir honum sem að þegar betur að gáða þá var það ekki alveg þannig. Okay. Hann átti að hafa líka að hóta að drepa Liz Cheney eitthvað. En hann sagði að hún ætti að í staðin fyrir að senda unga stráka í stríð til að deyja á vígvellinum þá ætti hún að fara á þangað sjálf. Og þá var einhvern veginn að búið til að hann að hóta henni lífláti. Og mér finnst, ég skal vera fulltrúi skrattans hérna við þetta borð, það er mér alveg að meinlausu, mér finnst þetta allt og mikið skrattinn málaður á vegginn, ég held reyndar að Kamala Harris vinni þetta einfallega þess að þess vegna ætlaði ekki að vaka í nótt. Ég er voða lítið spenntur fyrir þessu, en það er ég held að Donald Trump mér finnst mjög áhugavert þessi umræða einmitt Donald Trump, hún er mjög harðskeytt og hann
sko, allar mælingar sína að fjölmiðlaumfjöllun í Bandaríkjunum hann er bara með 89% neikvæð umfjöllun og meðan hún er með 89% jákvæð umfjöllun og að hann skuli að það skuli vera jafnt, þetta segir fólk þetta, en að það skuli vera svona jafnt á munum þegar að annar frambjóðandinn er með alla stóru mainstream medíuna upp á móti sér, allt kerfið, allt establishmentið upp á móti sér. Það er rannsóknarefni. Það segir þá sögu að það hefur orðið algjört rof á milli fjölmiðla og trausts almennings gagnvart. Já, allavega helmings bandaríkjamanna og mér finnst Hjálmar líka að mála skrattan á vegginn. Ég hef enga trú á því að hann fara að leysa upp NATO eða vinna gegn því. Ertu búin að sjá to-do-listan hans? Já, ég er búin að sjá. Fyrir mig daginn. Það er búin líka, ertu að tala um Project 25 eða, sem hent upp á hann en hann segir sögt bara eitthvað sem hann aldrei lesið sjálfur og hefur aldrei komið nálægt því. Sko. Það er rosalegur áróður í gangi. Það er engum blöðum það. Það er samt sko að það er annarkvort ert þú eiginlega að segja að maðurinn sé að ljúga vegna þess að hann er búinn að segja að hann vilji ekki verið í NATO og hann er búinn að segja ofta að Evrópa geti átt sig og að hann vil ekki borga til þess og hann er jafnvel ekki. Nei, hann er búinn að segja að Evrópa verður að borga sinn skerf. Nei, hann sagði miklu meira það. En þannig annarkvort er hann að ljúga eða hann er að segja satt og ætlar þá að gera skaða þarna. Þannig að hann getur ekki verið bæði eða hvorugt sko. Eins og ég segi en það hefur hann margótt verið staðið náttúrulega alls konar legum þannig að það er kannski eðlilegast og auðveldasta skýringin. Það hefur Kamala Harris líka verið margsinnis, jú, algjörlega. Þetta er ekki hægt að líka þessu saman. Og Kamala Harris sem þegar þú vorst að tala um að hún hefði bara verið að tala um stefnunar og framtíðina. Ég hef verið að fylgjast með ykkur allt annar umfjöllun því að ég hef ekki síðan að tala um neitt annað en bara hvað Trump sé hræðilegur og þú veist, hún fóstureyðingar er eitthvað mál á henni. Langt einslag í gæra fyrradag sem var meðan Jón, fréttamaður sem var úti og sem var að tala við fólk bara í einhverju í þessari borgum þar sem þau voru og svo var klippt á milli þeirra þar sem þau voru að tala við fólkið sitt og það var endalega skítkasta hjá honum en hún var bara að tala um eitthvað svona ég man ekki eftir það síðan að ég hef heyrt að haft eftir henni. Það var einmitt sagt í fréttunum í kvöld að hún væri núna eiginlega hægt að tala um Trump en það voru allir sammála um það fyrir nokkrum dögum að kosningabaráttan hennar hefur ekki snúist nánast neitt annað heldur en að koma í veg fyrir Donald Trump og það er eina sem hún talar um, það er eina stefnan. Ég mannaði að sjá þetta einslag sem að Jón var með. Mitt augnablik, það sem rann upp fyrir mér sko, hvað þetta er merkilegu maður og hvað heimurinn sem við lifum í er stórfurðulegur. Er að fyrir utan Trump Tower í febrúar þessu ári var hægt að kaupa svona derhúfu Make America Great Again fyrir $2 fyrir framan Trump Tower og alveg eins og kostaði $58 inni í Trump Tower. Þetta er alveg kapitalisti. Já, sko þetta það bara ég bara skildi heiminn upp og nýtt. En kannski sko er að einhverju leiti líka segir það einhverja sögu að við séum að sjá svona ólíka hluti sem að segir það kannski sögu samfélagsmiðla og hvernig við í rauninni neytum frétta núna því að það er greinilegt að Frosti er að sjá allt aðra hluti heldur en ég sé á netinu. Fylgist vantilega með öðrum miðlum og er með aðra hluti sem að algoritminn íta að honum heldur en að mér og þú veit, ég get alveg haft mína skoðun á hvor heimsmyndin sé réttar eða rangari en það að við skulum ekki hafa einu svona sömu staðrindina til þess að byggja skoðanir okkur á það er alvarlegt. Já, þetta góð punktur. Þegar Joe Biden mann, það muni þá voru þeir, sko þá var Hvíta húsið í samkurli með Twitter, með Facebook og með Google leitarniðurstöður og hvernig það skekti umræðina á þeim tíma. Það er bara Elon Musk skildi hafa keypt Twitter og breytt í X hefur alltaf breytt leiknum algjörlega og það eru uppspretta upplýsingar sem að stóru fjölmiðlarnir kom ekki nálægt og þannig að það er alveg klálega að við erum að fylgjast með mismunandi fréttum en mainstream median hefur að mínu viti sko gerst allt of hlutdræg í þessum málum. En mér finnst rosalega samt klikkað að sitja undir í sko að við séum einmitt eins og segir á þeim stað að við erum þú veist, ég hlusta á það
það talað það að hann sé alltaf að ljúga, svo segir þú hún alltaf að ljúga og upplýsingagrunnurinn ekki eins og sameiginlegur, þú veist, þetta svo stórt lýðræðislegt vandamál, sko, hvað áhrif samfélagsmiðlar að hafa, svo þetta að tala hann svo ríkur, sko, þú veist, þetta auðræði frekar en lýðræði svolítið staðan líka, þú getur keypti fram hjá alls konar hlutum, þú veist, ég bara finna ég bara svona fyllist kvíða meðan ég sit út af allar þessi þróun sem hefur orðið og við vitum það meira að segja í Bandaríkjunum hefur sumstaðar verið haft áhrif á hvaða sko fréttaveitur, hvaða síður, þú veist, eru hraðastar á hverjum stað fyrir sig, að kaupa sig fram hjá og kaupa sig í meiri hraða þannig að þeir sem að borga meira geta haft betri aðgang með sínar upplýsingar, ekki bara með keyptum auglýsingum eitthvað slíku, heldur bara hvernig interneti virkar í grunninn, sko, frelsi internetsins hefur verið ógnað, þannig að þannig að ég myndi segja að ég hef eiginlega bara svona mestar áhyggjur af einhvern veginn lýðræðinu í þessu öllu saman, að fólk sé líka komið á þann stað að einhvern veginn treysti því ekki að það séu, þú veist, að sé bara trúa því einhvern veginn séu bara allir að ljúga, það ekkert sem hún getur treyst, þannig að fólk einhvern veginn getur bara enda á einhverju svona vondum stað, þannig að ég held að það sé svona það sem að ég sitt eftir með þetta, við verum bara að tryggja stoðir lýðræðisins í heiminum, sko, þú veist, ég bara Hvor heldur að vinni? Sko, ég hef náttúrulega rosalega áhyggjur af rétti kvenna til þess að ráða yfir einn líkama og ég ætla bara að trúa á að rétt bara frelsi kvenna vinni og þá var það Kamala. Ég ekki að segja að hún sé fullkomin, mér fannst reyndar mjög flott þegar hún var varaforseti, það var náttúrulega sögulegt, bæði út af henni kona, svo er hún að blöndu upprunnan og hún forseti, það sögulegt að myndi af áhrif. Þar með ekki að segja að hún sé fullkomin eða fari alltaf rétt með eitthvað svoleiðis, mér finnst hún bara samt vera á allt öðrum stað en Trump með það og þannig ég vona innilega og ég ætla bara að leyfa mér að lifa í trúnni núna, sko. Já, frábært. Þetta búið hjá okkur í kvöld. Kæra þakkir fyrir komuna, Dóra Björt. Ég svo þreytur frosti minn. Kristín Erna Arnardóttir og Hjálmar Gíslason. Mér fannst gaman að hafa ykkur hér í beinni útsendingu hjá okkur við rauðaborðið í kvöld og ég vona að ykkur hafi ekki leist og ég vona að þið áhorfendur og hlustendur hafið fengið eitthvað út úr þessari umræðu. Við höldum áfram með kosningamál hér eftir örstutta stund, þáttur ófremdar ástand í samgöngumálum. Þar verða góðir gestir kallaði til. Ekki fara langt. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímaleigu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.